Umhverfisráðherra hafnar því að ríkið hafi sölsað undir sig losunarheimildir vegna kolefnisbindingar skógarbænda. Þeir íhuga að stefna ríkinu vegna nýrra laga loftslagsmál. Skógar landsins binda kolefni en skógarbændur geta enn ekki selt losunarheimildir vegna bindingar. Slíkt gæti þó orðið tekjulind í framtíðinni og því fyrtust bændur við í sumar þegar lög loftslagsmál voru sett. Þar segir að kolefnisbinding í skógum skuli bókvarast á reikning íslenska ríkisins. Málið það að þarna eru við í raun og veru ekki að breyta neinu. Staðan þannig eftir sem áður að ríkið, íslenska ríkið heldur utan kolefnisbókhaldið gagnvart loftslagssamningnum. Þannig að það segir ekkert til það hver í raun og veru á heimildirnar. Skógarbændur eru þessu ósammála. Lögin gerir losunarheimildir vegna bindingar í skógum að ríkiseign. Sáskilningur hafi verið allsráðandi bæði á nefndarfundum og á þingi. Ríkið hafi aldrei fengið umboð til að sýsla með losunarheimildir skógarbænda. Í raun og veru hefur það í sjálfu sér enga merkingu að eiga eða eiga ekki, vegna þess að við erum í raun og veru bara að halda utan þetta bókhald frammi fyrir loftslagssamningnum. Markaður með þessar heimildir ekki til. Við gætum hugsanlega komið honum upp á Íslandi eða í stærra samhengi inn í framtíðina, en það bara síðar tíma mál. En verði þessu markaði komið upp, geta bændurnir þá selt þær heimildir sem hafa orðið til vegna skógræktar? Ég vil helst ekki svara spurningum sem settar upp í framtíð.